og aðrir embættismenn sem hér eru samkomin sal og aðrir góði gestir. Ég býð ykkur velkomin á 300. og 17. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn tekinn upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Dagskrá fundarins í dag eftirfarandi: fundargerðir bæjarráðs númer 722 og 723. Þær bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fundargerð eignaskipulag- og umhverfisnefndar númer 294, fundargerð landbúnaðarnefndar númer 28, fundargerð fræðslunefndar númer 100. 2 mál undir almenn mál sem eru liður 6, reglur áreitni og einelti á vinnustað, og liður 7, friðlýsing gerpisvæðis Barðsness. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrá liður 1 og 2, fundargerð bæjarráðs númer 722 og 723, og eins og áður kom fram að borðnar eru upp saman til samþykktar sem enginn eftir þeim andmælum. En orðið laust þessar fundargerðir og Pálína Margeirsdóttir varaformaður bæjarráðs hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu fundamenn. Mér langar aðeins að stikla hérna yfir fundargerð bæjarráðs. Það byrja hérna í fundargerð bæjarráðs nr. 722. Það liður 4, það handverksmarkaðurinn á Stöðvarfirði. Þarna er lögð fram drög að endurnýjunarsamningi við salthúsmarkaðinn á Stöðvarfirði. Þetta mjög ánægjulegt og gott dæmi hvað hægt að gera góða hluti þegar að heimamenn og sveitarfélagi leggja saman krafta sína. Það er virkilega ánægjulegt að sjá húsið í því standi sem það í dag, þó að hús á þessum aldri bjóði náttúrulega alltaf upp á ný verkefni. Þá þetta virkilega gaman að sjá allt þarna lífi yfir sumarið og heimamenn eiga sannarlega hrós skilið fyrir að halda okkur við efnið þarna. Síðan það þarna 5. liðurinn, það sjókvíaeldi í Stöðvarfirði. Matvælastofnun óskaði eftir umsögn Fjarðabyggðar vegna 7.000 tonna hámarks lífmassa á ófrjóum laxi í sjókvíum á Stöðvarfirði. Umsókn okkar í samræmi við þær umsagnir sem áður hafa verið gerðar vegna fiskeldis, þar sem við leggjum mikla áherslu á að siglingaleiðir verði greiðar og einnig þurfum við huga að sjón- og hljóðmengun. Ekki síst í Stöðvarfirði sem stuttur fjörður og eldið kemur til með að sjást frá byggðinni. Einnig hafa verið þarna áform mikla uppbyggingu í ferðamanniðnaði og rétt að hafa slík áform í huga, þó að okkur sé ekki ljóst á þessum tímapunkti hvar það verkefni statt. Þá langar við að fara aðeins hérna í bæjarráð 723 og það friðlýsing á gerpisvæðinu. Þarna var lögð fram tillaga að uppfærðum friðlýsingaskilmálum Barðsnessvæðisins og í greinargerðinni sem fylgir má sjá þær 8 athugasemdir sem voru gerðar og þær bárust aðallega frá stofnunum. Eitt af því sem kemur fram í þessum gögnum að ákveðið verið að svæði gangi undir nafninu gerpisvæðið, eins og hefði fyrir að svæðið sé kallað, þó að gerpir sé í rauninni fyrir utan þessa friðlýsingu. Og það bara gott, það svolítið svona það sem bara hefð fyrir. Síðan það þarna 5. liðurinn, það innviðagreining Fjarðabyggðar. Þarna kom atvinnu- og þróunarstjóri á fund bæjarráðs og kynnti innviðagreiningu Fjarðabyggðar, sem nú aðgengileg á heimasíðunni okkar, og ég bara hvet fólk til að kynna sér þessa greiningu. Og ég vil þakka þeim fjölmörgum sem koma að þessari vinnu. Þetta mikilvægt plagg fyrir okkur að nota svona út á við til að kynna sveitarfélagið og hvað við höfum upp á að bjóða. Svo það lokum hérna númer 6, Alcoa Foundation. Það umhverfisverkefni. Við vorum að fá styrk úr Alcoa Foundation vegna umhverfisverkefna og styrkveitingin nemur 130.000 bandaríkjadölum. Og við þurfum sem 80% af þau fjármagni sem fer í verkefnið og mótframlag sveitarfélagsins 20% sem gert ráð fyrir að verði þá 4 milljónir. Verkefnið í nokkrum liðum og til dæmis grunn úttekt á fuglalífi og gróðurfari og einnig viðhald og göngustígum á friðlýstum svæðum í Fjarðabyggð, svo eitthvað sé nefnt. Og verkefnið mun fara fram á árunum 2022 til 2025. En þá þurfum við að skila loka skýrslu verkefnið. Mjög flott mál. Takk. Þetta Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Ég aðeins bara, ekki við eina bæta þessum bæjarfulltrúi Pálína kom inn á, hann bara
greiðan á því að við höfum já undirritað mitt samning við Salthúsmarkaðinn, því var lokið í vikunni eftir að við fórum í gegnum það, þannig að þeir eru konum framlengu til næstu ára. En það sem ég vildi nú sérstaklega bara vekja athygli bæjarfulltrúa á, þegar stafsóknar hafa gleymt að slökkva á hringingunum og símanum sem liggur á borðinu mínu, en forseti búinn að bjarga því, að það náttúrulega bara liðir hér eins og sjáið að báðum fundargerðum sem snúa að alþingskosningum. Þegar við höfum haft fyrir vana að vekja athygli á því fyrir hverja kosningar að nú sem sagt búið að setja saman náttúrulega gerð kjörskrár og leið þá veitt hér veitir bæjarstjóri Fullnaheim til fellum athugasemdir þetta er hefðbundin afgreiðsla, það er rétt að vekja athygli. Jafnframt er yfirkjörstjórn búin að koma saman með tillögu að kjörstöðum í Fjarðabyggð vegna alþingiskosningar sem fara fram 25. september næstkomandi og opnunartíma þeirra, það er hefðbundið og hefðbundnar staðsetningar og í öllum þéttbýliskjörnum opið frá 9 til 10 nema undan þá í Mjóafirði þar sem opið til 14 eða 17 eftir hvað þetta þykir og síðan fyrir utankjörfundar atkvæðagreiðsla í höndum sýslumanns. Það er kannski ágætt að hafa það hér í umræðinni tengt þessu og það sem ég vil vekja á í kosningalögum breytingu þeirra er verið að ýta framkvæmd utankjörfundar atkvæða yfir til sveitarfélaga Við höfum verið alveg hreinskilin við sýslumann í raun og veru sem að tala þáttöku okkar. Við höfum náttúrulega höldum utan sveitarstjórnarkosningar og það er hlutverk okkar sveitarfélaganna greiðin fyrir þær. Við höfum þar leiðandi líka haft áhuga á því að auka möguleika fólks á utankjörfundaratkvæðagreiðslu þar. Þegar kemur að alþingis- og forsetakosningum þá er það ríkisvaldið sjálft, það er við öll sem það myndum. Við teljum það eðlilegt að það sé höndum ríkisins að þeim þetta greiða götu fólks að utankjörfundi en það sé ekki ítt svona yfir til okkar umræðulaust að það sé eitthvað sérstakt úrlausnarefni á nokkur samtals. Og ef maður vilja ekki fara í þetta rafrænt þá finnst mér það alveg þá að maður þetta allavega að skoða það. Við höfum sagt við sýslumann við erum meira en tilbúin til þess en til þess að það koma eitthvað fjármagn til þess að umbuna því fólki sem utan að þar heldur. Því að það þarf að vera mjög góðu ferli hjá fólki sem þekki við til. Þannig að full ástæða þess að það eru ákveðnar breytingar og kosningar núna, það er full ástæða þess að horfa til þeirra þegar það er bara innleiddar. En enga síður þá er það hefur aldrei verið vafi hér, hefur samhljóða álit bæjarstjórnar gegnum tíðina. Þegar kemur að sveitarstjórnarkosningum og þá reynum við að greiða götu utankjörfundar sem mest bara til þess að tryggja sem mesta kosningaþátttöku hverju sinni. En ég vildi bara vekja athygli á þessu því að þessi undirbúningur nú er í gangi eins og hefðbundin er og í sama formi og verið hefur. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs nr. 722 og 723 til samþykktar. Þeir sem þær samþykkja við skeiðmerki, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá verður komin lið 3 fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 294. Og leiði ég ekki orðið laust þá ætla ég aðeins að fara yfir lið 2 í þeirri fundargerð. Það eru skilavegir ástandsmat en lögð var fram til kynningar skýrsla Eflu verkfræðistofu skilavegi og ástandsmat þeirra. Vegagerðin áformar að skila ákveðnum vegum til sveitarfélagsins eins og fram kemur í skýrslunni. Vegagerðin og sveitarfélag stofnuðu vinnuhóp í maí 2020 og með það hlutverk að skilgreina hvað teldist viðunandi ástand skilavega og leggja síðan mat á ástandið hvers skilavegar og mögulega meta hvað þarf til að viðkomandi vegur verið komið í viðunandi ástand og kostnaður við það. Og Efla var ráðgjafi vinnuhópsins og þess að tók hana fram að þá var skýrsla núna bara lagð fram til kynningar en Vegagerðin mun svo kalla eftir samtali við sveitarfélagið og fara yfir málið. Það er mjög mikilvægt í þessu máli eins og öðrum sem er verið að flytja til mál sem er að flytja frá ríki til sveitarfélagi að fjármagn fylgi með og tekjustofni til framtíðar þá til að standa undir kostnaði þannig að við höfum yfirsýn þessi mál. En orðið er laust fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 294 eftir samþykkis þeir sem hann samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Komið lið 4, fundagerð landbúnaðarnefndar númer 28. Orðið er list þessa fundagerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundagerð landbúnaðarnefndar númer 28 eftir samþykkt af þeir sem hann samþykkja, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru komin í lið 5, fundagerð fræðslunefndar númer 100. Orðið er list þessa fundagerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundagerð fræðslunefndar númer 100 upp til samþykkt af þeir sem hann samþykkja, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru við komin í liðin almenn mál. Liður 6, reglur áreitni og einelti á vinnustað og ég mun mæla fyrir þessum lið. Framlagðar eru til afgreiðslu endurskoðaðar reglur viðbrögð við áreitni og einelti á vinnustöðum sveitarfélagsins. Reglurnar eru hluti af skipulagi og viðbrögðum við eineltis- og áreitismálum sem geta komið upp í samskiptum starfsfólks og eru útfærsla á áherslum og reglum sveitarfélagsins. Uppfærsla þeirra tekur mið af áherslum sem bæjarstjórn setti 7. mars 2019 í aðgerðaáætlun til að bregðast við kynbundnu áreitni, kynferðislegu áreitni og ofbeldi ásamt því að ráðinn hefur verið mannustjóri til sveitarfélagsins. Orðið er list lið 6. Enginn hefur beðið orðið og ég ber upp lið 6 til afgreiðslu og endurskoða reglur áreitni og einelti á vinnustað sveitarfélagsins. Þeir sem það samþykkja við salskjöfumerki, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 7, friðlýsing Gerpisvæðis Barsnes. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar, eins og menn þekkja vel hér, þá hefur verið þetta mál hefur verið í ferli hjá okkur, náttúrulega með okkar þáttöku nokkuð tíma, en þegar þessar viðræður hófust að nýju, þá var kallaði saman landeigendafundir, bæði hér fyrir austan og eins á Reykjavíkursvæðinu til þess að fá svona fram umræðina með landeigenda afstöðu þeirra til friðlýsingar og vegum umhverfisstofnunar og við fylgdust með fulltrúa sveitarfélagsins sem tóku þátt í þeim fundum á báðum stöðum. Í framhaldi af því var stofnaður umræðuhópur eða umræðu vettvangur landeigenda á Gerpisvæðinu og það sem allir hafðu sinn fulltrúa, það sem farið var yfir friðlýsingar eða drög af friðlýsingarskilmálum og þeir ræddir á þó nokkuð mörgum fundum á síðasta ári, það sem fóru yfir kosti og galla skilmálana og hvernig þeir skildu framsettir og hvað í þeim skildi standa. En náttúrulega verða eðlilegt að hafa í huga á eftir á að gera verndar- og nýtingaráætlun svæðisins sem mun ekki verið gerð þá fyrr og þegar ef svæðið friðlýst. Á þessum fundum líka, og þessi fundir voru mjög gagnlegir, þar var lág líka alveg fyrir að þar voru aðilar sem ekki höfðu áhuga á friðlýsingu sinna jarða. Þau væru þáttur en enga síður tóku þátt í umræðan sem ég held að hafi verið mjög gott fyrir hana og gott fyrir þá svona það umhalda allt á þessu virki. Ég vil taka fram og fagna mörgu leyti bæði umhaldi og vinnubröðum umhverfisstofnunar í þessu máli. Það hefur verið unnið að mikill í skynsemi þar og við hefum fundið það mikill í fagmennsku í þessu, ólíkt kannski fyrri svona hugmyndum. Það hefur verið svona þetta nálgast á miklu held ég svona opnar og lýðræðislegri hátt í þessari lotu og rétt að fagna menn því að maður þarf að líka hrósa því sem vel er gert. Það lá síðan fyrir núna á þessu ári, byrjun þess árs, að hverjir vildu halda áfram eða hvaða landeigendur vildu hafa sínar jarðir í friðlýsingarferli og hverjir vildu það ekki og fullt tillit tekið til þeirra skoðana og þar af leiðandi þær jarðir ekki inn í þessu svæði. Við svo sem höfum fylgst að í þessu máli og svona hvatt til þess að við viljum styðja við þá landeigendur sem þetta vilja, höfum skilning á þeim sem frá þessu vilja hverfa og svona svolítið fylgt eftir í þessari friðlýsingu núna sem þarna er undir eigum við náttúrulega bara eina jörð í raun og veru eða borgir Norðfjarðarmegin, Sandvík og dregin út þar sem eignarhaldi svona sveitarfélagi á í Sandvík mjög stóran part hið minnsta en engar síður það þá óskipt og í óskiptum jörðum verður að vera full eindrægni allra eiganda það að taka þátt í slíku ferli og það var ekki og þar leðandi dróum við Sandvík út úr þessu. En eftir stendur náttúrulega stór hluti svæðisins, samfellt heild svæðisins af lönd af jörðum, vill taka þátt í þessari friðlýsingu, hefur farið við skilmáluna,
samþykti þá í vor líkt og bæjarstjórn gerði að senda til auglýsingar. Það var með opnum hætti auglýst hér og umsagnatími 6 vikur og allir gátu sent inn umsagnir við skilmálana. Þær voru held ég á endanum, ef maður rétt 8, 7 sem þarna eru undir en 8. eigum eftir að bæta undir sem var frá Minjastofnun sem var aðallega minna á hlutverk sitt til frambúða litið. Flestar þessar umsagnir eru frá stofnunum og félagasamtökum. Enginn hafði verulega breytingar í för með sér á skilmálunum, tekið tillit til þeirra sem þar kom, þeirra athugasemda. Það voru svona mestir skerpingar á ferðamátum svæðið og annað slíkt. Fyrir liggur að veiðar og önnur nýting á svæðinu er óbreytt. Því verður ekki breytt, því er ekki hægt að breyta í friðlýsingunum í gegnum svæðisráð friðlýsta svæðisins. Það er ekki hægt með einhliða ákvörðunum stjórnvalda. Þannig að það er orðin góð sátt þetta og sérstaklega það er engar slíkar aðrar athugasemdir koma fram. Þannig að hópurinn kom saman á síðastliðinn mánudag fyrir rúmri viku síðan og tók þær fyrir þessar athugasemdir og bætti inn í friðlýsingarskilmálana. Þá var óskað eftir afstöðu landeigandana, svona endanlegri hvort þeir vildu halda áfram í ferlinu. Það hefur nú borið svar frá öllum sem fyrir voru í þessu svæði og jafnframt eignarskipulags umhverfis sem tekið þetta fyrir hjá sér og bæjarráð núna í vikunni og vísaði hér inn að við teljum þá rétt að út frá þessari að það sem stór hluti þessara jarða sem á svæðinu nú þegar hefur óskaður halda áfram, við tökum það þátt í því og fylgjum þá ferlinu eftir og því er það hér lagt fram í dag, þessi skilmálar, samþykki bæjarstjórn þá er því vísað svo til ráðuneytis og ráðuneytið tekur svo afstöðu til friðlýsingar hvenær hún fer fram og svo framvegis. En ferli hefur farið í gegn og ég held að með segja og ég held að við getum öllur verulega ánað með það að held ég að það er þessi vilji sem var núna sem er ólíkt fyrir því ég hef tekið þátt í svona umræðu áður árið 2010-11 sem var svona á 80s líka á þeim vettvangi var skulum orða það þannig það var ekki mikil umræða, það átt að gera þá en núna var bara sannlega umræða og það er bara skilningur því sem ekki vilja þarna vera með þurfa ekki að vera með og svo framvegis aðrir sjá í því sem möguleika þarna verður stýring á svæðinu, þarna verður slóðagerð og annað slíkt sem menn sjá það er ýmsir svona kosti sem ég finna að það sem þarna eru vilja að taka þátt í og svo bara með það markmið að hafa friður á svæðinu. Svæðið er nú þegar náttúruminjaskrá þannig að þetta er kannski ekki stóra breytingin að því nema nú kannski er komið form og því fylgir fjármagn. Þannig að það var svo sem ekkert annað, þannig ég svo sem legg til svona ljósu umræðunar í eignarskipulags umhverfis og bæjarráði að bæjarstjórn samþykki skilmálana. Takk fyrir. Orðið laust friðlýsingu Gerpisvæðisins. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp lið 7 til samþykktar friðlýsingar skilmála Gerpisvæðisins. Þeir sem þar samþykja hans algjör merki. Samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður búið til bæjarstjórnarfundar með dagskrá þann 16. september næstkomandi og ég þakka fundarsetu